Ég ætlaði nú ekkert tíma að fá, mér er alltaf langað, þú veist, eiga alveg hauskúpu og þú veist, þegar við vorum 16 eða 17 þá ætlaði vinur minn að skrifa upp á pappír þar sem ég geti fengið að eiga hauskúpuna hans. Okay. Það fór samt aldrei neitt lengra og... Æ. Hann er ennþá á lífi? Hann er ennþá á lífi. Þannig ég Það hafið ætla að heyri í honum. Bíða svolítið eftir Þarna með hauskúpuna þína. Þetta eitthvað að nota hana. Hvernig ert hann? Sett alveg hress og... Drektu þetta seiði. Ég þekki mannesku sem á alvöru manns hauskúpu, skilur við. Það er alveg, átti allavega, einhvern tímabúti. Það er alveg creepy að sjá þetta, sko. Já, pínu óhugnalegt. Ég held að það sé auðvitað að fá þetta frá Indlandi. Já, mér skilst það. En maður þannig alltaf bara að lifa frá landlækni og eitthvað svona. Já, ég var bara að horfa á í morgun eitthvað hryllingsmynd sem að notaði alvöru beinagrinda manni til að búa til prop, sko. Sem að var bara eitthvað svona kall sem kann treyfta augun og brosa og eitthvað. Creepy. Já. Það þarf basically að fá eitthvað leyfi bara til að flytja þetta inn. Já, og þetta þarf að vera skráð hauskúpa, það þarf að vita uppruna og eitthvað svona. Ég skoði þetta eitthvað tíma á sínum tíma. Og þú getur ekki bara verið að fara og pika þetta upp eitthvað út á götu og... Nei. Hendur sér handfórungurinn... Jú, reyndar. Eina skipti á lífsleiðinni sem að mér hefur svona... Ég verið nálægt því að eignast hauskúpu. Það var á miklum rigningadegi í miðri Kaupmannahöfn og ég var bara á leiðinni heim á djamminu á byrja, þú veist, 3 nóttina eða eitthvað og maður alltaf lappar allt einhvern veginn. Og þá lappaði ég fram hjá hringturninum sem er á Kaupmannastræði og þar var, það var verið að grafa upp í garðinum, í bakgarðinum þar. Og þú veist, það var bara, þú veist, red tape alls þar í kringum og þú veist, það átti enginn að fara þann inn. En rigningi var búin að skóla allir í drullinni bara niður í, þú veist, Holræsi og eitthvað. Það voru bara, ég held að það verið sko 20 hauskúpur, alls konar bein og alls konar drast sem var komið í ljós þarna, sko. Og það var enginn nálægt, neinstaðar. Þannig að ég var þarna, hálfdrukkinn, og var eitthvað... Þú þorrir ekki? Nei, þetta var allt og creepy, sko. Þú veist, bara kolnaði myrkur, enginn sjáanlegur, ég eitthvað einn á Kaupmannastræði, bara... Grænir svo rennur og svona í drullinu ofan á all beinu. Það var eitthvað svona pínu körst við þetta allt saman, þannig að ég starði á þetta í korter að reyna að mana mig upp. Líka, skilur, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvort ég trú á eitthvað svona eða ekki, skilur, ég veit ekki neitt maður. En ég meina, þú veist, geti ekki verið bara svona vond orka og tekur bara hauskúpa okkur nýðingi, skilur. Bad juju. Já, það er bara með það á náttborinu, skilur. Það er örugglega ekki næs. Til lampa eitthvað.